Já, það er fagnaðarefni að við höfum fengið jafnlaunavottun og það er gríðarlega mikilvægt skref og mikilvægur áfangi sem við þar með fengið og viðurkenning á því mikla starfi sem að fram hefur farið hér á spítalanum undanfarin ár við að mæta þessari lagalegu kröfu jafnlaunavottun. Ég geri mig grein fyrir það á sama tíma og ég er mjög þakklátur því starfsfólki sem að hefur unnið mjög ötullega að þessu, sérstaklega á mannauðsskrifstofunni. Þá geri ég mig grein fyrir því að þetta er bara ein varða á langri leið. Það er áframhaldandi verkefni að mæta þeim áskorunum sem að við þurfum að glíma við til að tryggja jafnlaun á milli kynja og jafnt virði starfa hér á stofnuninni. Frá miðju árið 2018 það hafa fjölmargir starfsmenn spítalans unnið að þessu verkefni að undirbúa jafnlaunavottun. Við stofnuðum stýrihóp framkvæmdastjóra og síðan réðum við öflugan verkefnastjóra og stofnuðum vinnuhóp. Síðan árið 2019 þá komu 800 starfsmenn spítalans að því að meta eigin störf því að það þarf að virðismeta öll störf til að fá jafnlaunavottun á vinnustofum sem að voru alveg hálfu dagur hver og mikil vinna lögð í þetta og það var gríðarlega gaman að heyra í fólki hvað þeim fannst áhugavert að meta störfin sín og þetta gekk í rauninni bara mjög vel. Jafnlaunavottun auðvitað skapar ákveðnar væntingar, það eru sumir sem hafa væntingar að laun þeirra breytist og aðrir sem jafnvel óttast eitthvað slíkt. En við leggjum áherslu á það að jafnlaunavottunin er í rauninni svona ákveðin gæðavottun á launamyndunarkerfið okkar. Við erum ekki að fara að kollvarpa því launamyndunarkerfi sem við þekkjum, enda höfum við ekkert umboð til þess. Jafnlaunavottun felur í sér ákveðina kröfu gegnsæi og aga í vinnubrögðum sem er í rauninni bara mjög jákvætt í kjaramálunum eins og í öðrum málum. Við erum með vottað kerfi á sviði upplýsingatækni og blóðbankinn hjá okkur er vottaður og fleiri einingar. Og þarna erum við komið með vottun á ákveðin vinnubrögð í kjaramálum sem að munu bara hjálpa okkur að halda vel utan þann málaflokk til framtíðar. Við hjá Vestavottun komum inn í þetta ferli á Landspítalanum síðla sumars og hefjum í rauninni vottunarferlið í október þar sem að forúttektin fór fram og síðan vottunarúttektin í kjölfarið núna í byrjun janúar. En það er svona kannski mikilvægt að taka það fram að vottunaraðilar við erum að votta í rauninni stjórnunarkerfið og það er það sem við erum að skoða í gegnum ferlið. Við erum að skoða hvort að Landspítalinn er búin að koma upp stjórnunarkerfi sem að getur í rauninni hjálpa þeim við að bera kennslu á það sem þau þurfa að skoða til þess að mæta staðlunum og lögunum. Þannig við erum ekki að votta hina eiginlegu útkomu, heldur að votta það að stjórnunarkerfið sé komið upp og það sé í samræmi við staðalinn og síðan að þau séu að starfa eftir þessu stjórnunarkerfi sem þau hafa sett upp. Þetta gekk bara vel, við gáfum okkur góðan tíma í úttektina. Við vorum nokkuð marga daga og við ákváðum að vera 2 í úttektinni því að þetta er stór skipulagsheild og flókin og við vildum gera þetta eins vel og við gátum gert það. En við náttúrulega vorum að vinna líka með góðu fólki og við sáum það að það var búið að leggja mikla vinnu í verkið og vanda þessa vinnu og bara mjög skemmtilegt verkefni. Gaman að taka þátt í þessu með Landspítalann. Forsagan er svo að það er búið að vera að reyna að eyða út launamun kynjanna. Það hófst árið 1961 og það hefur komið í ljós að það er erfitt að gera það. Þannig árið 2017 voru sett lög sem síðan gengu í gildi árið 2018 og í þeim fólst að skipulagsheildir með 25 starfsmenn og fleiri þurfa nú að innleiða jafnlaunarkerfi og þurfa að fá kerfið vottað af vottunaraðila.